half Turkish get-up. Half Turkish get-up vegna þess að við endum í þessa hreyfnarstöðu, förum ekki alla leið upp og er þar leiðandi eilítið auðveldari. Það má vel nota handklof í staðinn fyrir bjöllu eða hvaða þing sem er. Grunnhugsunin er svo að lóðinu verðum við ná að halda fyrir ofan svona þungamiðin allan tíma. Ef við missum lóðið eitthvað fram, til hliðar eða aftur, að þá náttúrulega erum við hættu að slasa okkur á öxl, en það er allavega mjög líklega klúðruðu lyftunni. Það er hægt að gera þetta á tvenns konar hátt að þjálfa þetta upp. Þetta kann að virka dálítið flókið í byrjun fyrir það sem maður hefur aldrei gert áður, en það er á tvennan hátt að gera þetta eins og ég sýndi í raun. Það sem ég stíg í fótinn og spinn í hann þegar ég ýti mér upp í þessa stöðu hérna, fer upp á hendi og fer síðan og snerti bara 2 punkta úr þessari stöðu og kem hnénu undir og rétt úr. Ég á alltaf svona fram. Sumir hafa tilhneigingu til þess að enda henni svona og það er byrjað að liggja eins og ég lá. En við eigum að enda í þessari stöðu og síðan fara niður sömu leið. Það má gera þetta eilítið auðveldara, en mörgum finnst það að moka sér upp á hliðina, beygja gagnstæðan fót og einfaldlega moka sér fram þannig. Ekki eins falleg og kannski reynir aðeins minna á búkinn, en í byrjun þegar fólk er að læra hreyfinguna þá kann að vera svo auðveldara að gera þessa útgáfu. Þetta er half Turkish get-up.